Ég ætlaði að ræða beinþynningu sem ástand þegar beinmagnið orðið of lítið en jafnframt orðið röskun á uppbyggingu beinsins og saman veldur þetta því að viss bein geta brotnað við lítinn áverka sem þau annars myndu ekki gera. Þetta ástand sem skapast á löngum tíma, mörgum árum venjulega, eftir að beintap fer að byrja en það skeður ekki fyrr en eftir miðjan aldur. Þess vegna skiptir það miklu máli að upphafsbeinmagnið sé nægilegt og því hámarks beinmassa náum við 25 ára aldurinn, jafnvel þótt að fullum beinhæð sé náð 16-18 ára, að þá beinin að þroskast að ummáli fram að 25 ára aldri og beinvefur er lifandi vefur þar sem bein stöðugt að myndast en líka að brotna niður. En næstu 20 árin eftir að hámarks beinmassa náð að þá höldum við nokkurn veginn okkar beinmassa þannig að jafn mikið bein brotið niður og myndast. En með tíðahvörf kvenna sem á aldrinum 45 til 50 ára að þá verður veruleg röskun þarna á því að kvenkynshormónið, östrógenið, beinvendandi og þegar konan hættir að framleiða það að þá fer að verða beintap sem nemur það bil 1% á ári. Nú þetta beintap getur orðið meira ef vissar aðstæður eru fyrir hendi eins og lélegt næringarástand eða viðkomandi stundar enga líkamshreyfingu eða annað slíkt og jafnframt geta vissir sjúkdómar valdið því að beintapið verður meira. En þetta veldur því að eftir 30 ár frá tíðahvörfum að þá hafa konur að jafnaði tapað það bil kannski þriðjungi af þeim beinmassa sem þar höfðu. Og þess vegna skiptir það miklu máli að hvernig beinmagnið var þegar að tíðahvörfum kemur og við höfum rannsakað og fundið að það sem skiptir þar mestu máli einmitt erfðaþættirnir sem ráða því hversu stór beinin eru og hversu mikil beinþéttnin er. En jafnframt skiptir það máli aðrir þættir eins og líkamsþyngd og sérstaklega kannski vöðvamagnið og þess vegna skiptir það verulegu máli að unglingar og börn stundi sína líkamsrækt til þess að ná eðlilegum beinþroska og ná eðlilegri beinþyngd eða líkamsþyngd. Því að konur sem eiga við til dæmis lystarstol að etja að þær ná ekki eðlilegum beinmassa. En þetta sem sagt varðandi konurnar að þær fara að tapa beini eftir miðjan aldur tíðahvörf en karlmenn hins vegar mun seinna og ekki að ráði fyrr en eftir 60. Þannig að afleiðingar beinþynningar koma miklu frekar fram hjá konum heldur en körlum og frekar á vissum stöðum eða beinum heldur en í öðrum og það eru einkanlega nokkur beinbrot sem eru verulega algeng eins og til dæmis framhandleggsbrot, síðan koma brot í hryggsúlu eða hryggjarliðbólum og upphandlegg og síðan mjaðmabrot eftir 70. Þessi brot eru vissulega mjög algeng og til dæmis eru framhandleggsbrot 600 á ári, hryggsúlubrot 200 og mjaðmabrot það bil 300. Og þarna skiptir beinþynning verulegu máli enda þótt að allir geti brotnað við mikinn áverka, að þá verða
stærstur hluti þessara brota verða rauninni inni við lítinn áverka, bara það að detta á jafnsléttu, en framhandleggsbrot eru svo sem þekkt á því að vera hálkubrot. En við karlar töpum hins vegar ekki beini að ráði fyrr en eftir 60, en ef okkar beinmassi er lélegur að erðum til, eða ef við höfum orðið fyrir vissum sjúkdómum, að þá geta karlmenn vissulega notið beinþynningu og beinbrot við lítinn áverka.